Women. Komið sæl og velkomin í þáttin í kvöld. Við erum með nýja meðlim hérna, Anna Helgu Dögg. Þetta er að verða minn og minna feðraveldi með hverjum þetta er vonandi. Og hérna, þannig að velkomin Helga, gaman að sjá þig. Takk. Og við ætlum að ræða samfélagsmiðla í kvöld. Hvernig líst ykkur öllum að það? Er eitthvað væntanlega sem fólk hefur áhyggjur af þar? Óskar, ég veit að þú varst byrjaður að röfla eitthvað hérna áður en við byrjuðum að taka upp. Er ekki upplagt að koma þig á kameru? Jú, eins og ég var að segja áður en við byrjuðum að tala upp, þú veist, ég var náttúrulega, ég er búin að hlusta mikið expertum, ég er búin að vera svolítið svona stúdera þetta undanfarna mánuði, þú veist, og staðreyndin er bara svo að við erum ekki nógu þróuð til þess að höndla þetta endalausa pressure og álag sem social media eða samfélagsmiðlar eru orðnir í dag. Þróunin varð svo, ef þetta væri ennþá eins og þetta var þegar þetta byrjaði, þegar Facebook byrjaði, þá væri þetta ekki svona eitt stórt vandamál, en svo bara óx þetta og enginn var að spá í, þú veist, hverju afleiðingarnar eru yrnar og ég var að sjá rannsókn núna sem var að segja það í Bandaríkjunum að 40% af fólki sem er með þunglyndi eða kvíðaröskanir er út af samfélagsmiðlum. Að það sé grunnástæðan fyrir því að sé með þunglyndi eða kvíðaröskanir. Og ég hef alltaf verið á þeirri skoðunum að við ættum ekki að leyfa börnum að fara inn á samfélagsmiðla fyrir en, þú veist, allavega kannski skoða þeim 10 ára aldur af því að þau hafa ekki þroska eða tilfinningarlegan þroska eða skilning til að skilja hvað raun er. Takk. Já, takk fyrir þetta og ég er algjörlega sammála nema ég myndi vilja fara ennþá hærra með aldurinn. Ég á 10 ára dóttur og ég vil ekki koma nála samfélagsmiðlum. Bara ekki nálægt í. En ég er líka þar og ég gerði mér þess að ég ætla að fara að nefna það aðeins betur svona síðar, að ég gerði mér þess að þáttuna seinasta sumar að ég fekk til mín 2 gesti sem voru útskriftarnemar úr tölvufræðideildinni við Háskóla Reykjavíkur. Þar sem þau eru meðal annars að tala um bara hvað þetta er skelfilegt fyrir krakka, hvað algoritminn og annað gerir þau háð þessu því að þarna er að eiga við færustu bara verkfræðinga og sérfræðinga og sálfræðinga og allt sem er leitt þarna til þess að gera þau sem mest háð öllu þessu efni og það er engin tilviljun að þetta er að versna svona. Allt fer í að reyna að halda athyglinni á skjánum. Helga, viltu segja eitthvað? Já, ég ætla nú að taka undir þetta með börnin en ég segi líka að aldurinn þarf að vera miklu hærri. Ég er kennari og satt fræðslufundi daginn inn í kennslustund þar sem ég var með nemendur í 7. bekk. Það kom Skúli sem hefur skrifað greinarnar og hann bjó til svona skemmtilega könnun. Hann varpaði þeim samfélagsmiðlum sem eru til upp á töflu og ég játa það fúslega, ég hef ekki hugmynd ef það væri til svona margir. Mér taldist til að það væri 13 eða 14. Já. Og svo baða hann okkur að setjast eftir því sem við höfðum miðlana. Og ég náttúrulega elst í kennslustofunni og ég settist eftir 3. Já. En mér fannst bara allt og margir nemendur að setjast ekki fyrir en við komum upp í 6, 7, 8 og sá sem að settist síðast, hann var með 11. Og þið getið ímyndað eitthvað börn sem að megi ekki verið inn á þessum miðlum vegna þess að svo sagði hann mér það líka. 60% foreldra ljúga til aldur barna og hjálpa þeim að komast inn á þessa samfélagsmiðla. Þeir eru bannaðir inn á 12 eða 13 ára. En samt er ekki fjöldin af börnum með alla þessa samfélagsmiðla. Þannig að mér finnst líka vanta svolítið að varpa ábyrgðinni á foreldra. Þú ert foreldri og hvað viltu barninu þínu? Já, vel sagt.
Páll? Það eru skýrar reglur á Facebook. Þú átt ekki að vera yngri en 13 ára og þú ferð þar inn. Og það er alvarlegur hlutur ef foreldrar eru að svindla fyrir börnin sín og kenna svo öllum öðrum ef illa fer. Og þetta er bara gamalt vandamál. Ég vissum að kennarinn í hópnum kannast alveg við það. Það er ákveðið markaleysi í íslensku þjóðfélagi, sérstaklega. Og ég kynntist aðeins bresku samfélagi fyrir mörgum árum og þær eru reglur afskaplega skýrar. Það er miðað við 14 ár. Að þú getur ekki passað yngri systkini inn fyrir þú ert 14 ára. Það eru miklu skýrari reglur víðast hvar annars staðar en á Íslandi. Takk fyrir. Og Óskar? Já, og það er alveg samlega, þú veist, ástæðan fyrir ég sagði 10 ára því ég sagði það verið fyrst aldurinn sem maður myndi skoða það því að, þú veist, ég hef alveg þekkt 10 ára krakkar sem eru miklu þroskari en þú veist, það væri svona fyrsti aldurinn sem maður kannski skoða en það er mjög fáir 10 ára krakkar sem ég myndi líða þægilega með að hleypa þeim á samfélagsmiðla. En það er líka annað, með svo gott hugkostið þetta, þú veist, það er til svo mikið af samfélagsmiðlum og sá hættulegasti, sá allra hættulegasti varðandi öryggi barna er Twitch. Af þeirri einföldu ástæðu að á flestum samfélagsmiðlum, TikTok, sem eru með vídeóplattform, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, þar geta foreldrar actually farið að skoða hvað krakkinn var að horfa á. En ef þú ert að streyma, þá getur þú valið að hvort þú seifar eitthvað part af vídeónu eða ekki. Þannig að sem foreldri þá getur þú aldrei verið viss hvað barnið þitt er að horfa á. Þú veist. Og þú veist, þeir eru mitt með aldurstakmark 14 ára, þannig að þú veist, og þeir gera það ástæða því þeir eru með ákveðnar reglur hvaða content megi vera á og þeir reyna að passa upp á allt content passi inn í þetta og svo eru þeir líka með flokk sem heitir Adult Only og þar þarf þetta að vera 18 og þannig að þú ert að hleypa krakkana þínum inn á þessa plattform sem eru með þessar reglur. Við erum með þessar reglur ástæðu því að vita það að það er ákveðin content sem er inn á þessu plattform sem er ekki í hæfi fyrir börn og svo ætlar foreldrar að fara að kenna öðrum þú veist, mér finnst þetta svo orðið svo aftur á bak, mér svo alls ekki allir með mikið af foreldrum verða foreldrar og vilja vera foreldrar en voru svo ekkert búin að spá því hvernig þeir ætla að sinna barninu. Hef ég tíma til að sinna barninu en það ætlast bara til að aðrir ala upp barnið fyrir sig og mér finnst þetta hættuleg þróun og samfélagsmiðlar eru bara svolítið finnst mér vera að setja þetta vandamál í svona sjónarljósi. Ég held sé ekki nýtt vandamál en þetta er orðið miklu stærra vandamál út af samfélagsmiðlum og þurfum með stóra vandamál á Íslandi er að þú veist, það vill enginn taka ábyrgð á neinu, þú veist, alltaf einhver kenna einhverjum öðrum og ég bara þeirra skoðunar er á endapunktum, þú veist, þú ert foreldrið og þú berð ábyrgð á hvar barnið er á netinu. Takk. Telma? Mér langaði bara að benda og ég held að sé ekkert endilega eitthvað að foreldrar eigi bara börn og nenni ekki að pæla í hvað þau gera á internetinu en ég held bara stundum að krakkar þekking barna á internetinu miklu meiri fullorðin. Þeir eru fljótar að læra nýja hluti, þau hafa meiri frítíma en ég held að kannski líka bara partur af þessu sé að fræða foreldra og kenna foreldrum hvernig þau geta monitorað það. Ég ætlaði bara bara benda á það, þú veist, ég held að þetta sé oft líka bara foreldrar átta sig kannski bara ekkert á hversu slæmt þetta getur orðið og hversu auðvelt þetta er að fyrir börn hvað þau eru berskjölduð á internetinu. Nei, mér finnst þetta frábær punktur því að ég sá hérna auglýsingu daginn sem var verið að segja að þegar þú gefur barninu þínu síma sem að fara aðgang að samfélagsmiðlum þá ertu ekki að gefa barninu þínu aðgang að heiminu, þú ert að gefa heiminu þínu aðgang að barninu þínu. Og það kom mér opaslega mikið á óvart þegar ég var að vinna með nokkrum úrlingum senasta sumar
þau voru ekki gömul, 13 ára og 12, 13 og 14 og alla stelpunar þarna höfðu reynslu af því að þá voru það inn á einhverjum síðum að þú hittir einhverja bara strangers og eitthvað svona, bara svona random fólk og eitthvað, þetta voða í tísku og þær voru alla búin að lenda í því að lenda á einhverjum indverskum gaurum sem voru að runga sig fyrir fram að þeir sko. Bara, þá opnaðist bara myndavélið þannig. Þeir sátu bara þarna með titlingin í höndunum og hver einasta þær hefur lent margoft í því sko. Ég ekkert viss að fólk viti að krakkarnir þeirra séu inn á svona dóti þeirra og ég veit ég sagði indverskur og það bara þannig, þær töluðu allar það, þetta alltaf verið indjarar sem þeir lentu á þegar þær voru í þessu, þannig að ég ekkert að, þetta ekkert einhver svona, ég ekkert að stereotypa neitt, þetta bara það sem þær sögðu og mér finnst þetta mjög varhugavert nefnilega í þessu samhengi og þegar kemur að einmitt þessu að þau verða líka, ég það ræða svona, hvað verða að há þessu seinna á eftir, mér finnst það ágætt að geyma það bara með að við erum að ræða þetta. Helga? Já, eftir því sem að ég lesi mig til að þá sýna foreldrar mjög lítinn áhuga á að læra þessi forrit sem þau geta nýtt í síma barna sinna til þess að fylgjast með hvað börnin að gera. Og ég er fylgjandi því sem kennari að banna símana í skóla, á skólatíma, vegna þess að allir skólar eru komnir með það í tæki og tól sem þarf. Hér áður fyrir var alltaf að nota afsökun, já, en þau notaði í kennslu, þau notaði í náminu. Vegna þess að ég hugsa þetta þannig, þetta svo gott fyrir börnin að fá þessa 6 klukkustunda frið frá öllu sem gerist í símanum. Og fyrir utan það að þá ekki hægt að senda þér einhverja samkeppnishæfa mynd eða samanburð á meðan þú ert í skólanum. Mér finnst þið þurfa að líta svolítið á það hvenær eiga börnin að hafa frið fyrir þessum símum og samfélagsmiðlum. Já, það nú annar punkturinn með þetta og það að fullorðnir verða líka alveg bara, já, ég ætla bara að koma inn á þér og tala hennar frið, það einmitt sko, fólk verður alveg háð þessu, það búið að sína fram á það, þetta hannað. Þetta hjá þér Helga? Jæja, það alveg margbúið að sanna og sína að fólk verður háð þessu og það virkilega gott að takmarka tíman sem að börn eyða í þessu því að sko, ef að fullorðnir ráða ekki við þetta, hvernig ætlast fólk til að börnin gera það? Óskar? Já, og það mætti alveg vera betur það, ég alveg sammála það sem Þjálfari segir, það mætti vera betri fræðslu það því að ég sá eina samlengingu einu sinni sem ég finnst svo góð, að ef þú lítur á internetið sem svona ísjaka í vatni. Foreldrar halda að þið viti hvað internetið og það sem þau vita bara svona toppurinn. Og svo allt það sem undir sjónum sem það hættulega og einmitt appið sem þú varst að tala ég veit alveg hvað það hét Omegle, það var bara svona random webcam og þú vissir aldrei við móti hvernig það reynda búið að loka þetta einmitt út af þessu, það var mikið kvartanir svona mál og ég var eins og spurði hvað var í besta, öruggasta samfélagsmiðla appið til þess að vera og í dag þá það TikTok af því þau eru með ákveðnar reglur, þau eru með bara svona sjálfmiðaða ritskoðun, það ákveðin orð sem þú mátt ekki skrifa annars bara kommentið sjálfur að tekið út, það ákveðin efni sem þú mátt ekki setja annars vídeóið tekið bara sjálfkrafa út og sem ég finnst þið fara á langt en mér finnst það ekki af því að þú veist fólk segja að börn eigi ekki að vera á þessum miðlum en börn eru á þessum miðlum. Hvort sem þau eiga að vera þar eða ekki, það hægt að taka umræðu það en á meðan þau eru á þessum miðlum að þá þurfum við svolítið að setja þessa fyrirvara, og það þarf að vera, mér finnst það þurfa að vera öruggara hvernig fólk sækir aðgang á þessa miðla. Ég held að það sé vandamálið, að það eins og ég hef lengi
ekki gagnrýnt Twitch út af því að það mjög auðvelt að komast að búa til aðgang á Twitch, þú veist. Það eru sumir sem eru öruggari og ég hef heyrt sögur af foreldrum hjálpa að komast inn á það sem ég finnst bara rangt. Og en til dæmis á Twitch þá það bara hver aldurinn þinn og það ekkert meira, þú bara getur logið, bara ég veit að aldurstakmarkið þetta, ég ætla bara að segja þetta og þá ertu komið með aðgang. Það ekkert dýpra en það. Og þú veist, það ekkert ástæðulausu að til dæmis YouTube bjó til sérstakt app sem heitir bara YouTube Kids af því þau vissu að það væri mikið af krökkum að nota YouTube og það væri mikið af efni sem væri þar inni sem væri ekki við hæfi fyrir börn. Þannig að þú veist, það þarf eitthvað að breytast af því að við erum að sjá aukningu á kvíðaröskunum hjá börn. Kvíðaröskunin meðalaldurinn hjá unglingum og börnum að lækka með árinu. Það hægt að draga beint, það bara beint samlíking við því að samfélagsmiðlar að aukast og já, það þarf eitthvað að breytast. Þú veist, mér finnst að menntamálaráðuneytið þurfa að stíga inn aðeins til og gera einhverja, þú veist, fræða foreldra benda þeim af hverju börn eiga ekki að vera það og benda fólki ekki vera að hjálpa börnunum sínum að koma inn á það. Þessar reglur eru til staðar að ástæðu. Takk. Telma? Ég ætlaði bara að koma inn á sem að Óskar var að segja að það líka hvernig þú farið aðgang að síðunni. Af því að ég inn á síðu hérna í Svíþjóð þar sem að þú getur skoðað ræktendur og hunda sem til sölu. Og þar þarf ég að sæna mig inn með rafrænum skilríkjum. Ég get ekki skoðað hunda. Já. Þannig að það alveg kannski eðlilegt að það sé til einhver á veraldvefnum sem börn hafi ekki af aðganga en það þarf líka að tryggja að þau hafi ekki aðganga undir neinum kringumstæðum. Ég veit líka að það eru margir samfélagsmiðlar sem að þau fara í alls konar krókaleðir til að fólk komist brjóti þessar reglur sem eru með alls konar dót þar. Og mér finnst eitt af versta eins og þú varst að segja, Óskar, það að ég mæli með allir horfi á kvikmyndina The Social Dilemma. Heimildamyndina, hún skaðsemi samfélagsmiðla. Og þar kemur meðal annars í ljós að fólk að sýna líka einhvern allt annar raunveruleika heldur en þar og það hefur valdið því að meðal annars að hjá ungu stelpum bara sem dæmi þá hefur tíðni þess að það sé að skaða sjálfa sig eitthvað nátt aukist yfir 300% og tíðni sjálfsvíga aukist yfir 150% og þetta oft tengt bara beintengt svona body dysmorphíu sem að hefur að sýna að vera að photoshoppa myndir og setja á netið og þú ert alltaf að sjá einhverja aðra að lifa æðislegu lífi og þú ferð bara dettur í smá þunglindi yfir hvað þitt þá kannski ömurlegt í kjölfarið og þetta rosaleg keðjuverkur sem margir gera sér ekki grein fyrir en fyrir hún fer kannski að hugsa út í það, þá þetta svo augljóst sko. En já, Páll? Já, þetta náttúrulega alveg eilíft umræðefni með börnin og ég skil það mjög vel. Ég hef náttúrulega vann með börnum í mörg ár og þar voru óskup einfaldar reglur og fólk var ekki hrifið af þeim. Við vorum á unglingadeild með, það var hálftími sem börn fengu að leika sér í tölvuleikjum. Og það var æjað og óæði við því að þetta væri allt og lítið og allt og stutt og þannig að við þurftum að verja það sem sagt, að skammta tímann svona naumlega. Svo það alltaf ákveðin tregða að setja ramma utan tölvunotkun barna, hvort sem þau eru á netinu eða í tölvuleikjum. Ég held að það sé alltaf smá tregða. Og svo talandi netnotkunna, ég var nú fyrir 10 árum síðan á ferði í Berlín, var á leiðin til Vínar og millilenti á þessu fína hóteli og þá komst ég ekki á netið nema að gefa upp vegabréfsnúmer og kennitölu og fullt nafn.
og ég spurði, af hverju þurfið að vita, fá allar þessar upplýsingar og þá var eitthvað verið að tala það út af einhverju sem hefði komið upp á netinu, þar sem að þurfti að rekja eitthvað samtal eða eitthvað sagnamt hefði farið fram. Þannig að þetta ekki nýlegt, þetta ekki nýtilkomið, sko, að það verið að skoða allar sem fara á netinu. Já, tala nú ekki það. Takk fyrir. Helga, Helga, fyrir ekki, ég að rugglast aðeins að mér sýndist Telma að vera með hendina uppi fyrst, en áfram bara. Þegar að Telma minntist þarna á hundahópin, þá sá ég danskan þátt fyrir nokkrum árum síðan, þar sem að átröskun var til umfjöllunar. Og þá kemur móðir fram og eftir andlát dótturinnar að hún komist í síman hennar og þá finnur hún hóp þar með nærri 1000 stúlkum sem glímdu við misalvarlega átröskun og hún sagðist hafa fylgst skelfingu að fylgjast með vegna þess að þær sem voru grenstar fengu mesta hólið og svo voru þær hildar, þær sem að dóu, sem einhvers konar hetjur. Og yngsta barnið þarna var 13 ára gamalt í þessum hópi. Þannig að sko, já, ég satt mjög slegin yfir þessum þætti. Og þetta bara sýnir manni hvað börnin geta leiðst út í allt mögulegt, kannski ekki viljandi. Þannig að mér finnst eftirlitið þurfa að vera nokkuð gott hjá foreldrum á símum barna sinni. Því að svo náttúrulega bara fullt af öðrum hópum. Ég meina þessar áskoranir sem gengu á TikTok að gera allan fjára. Ég meina í mínu skóla var það þannig að allt í einu vantaði allar klósettsetur. Þá var þetta einhver áskorun TikTok að fjarlægja klósettsetur. Skólinn var það fórnað 100.000 krónum í kaup á nýjum klósettsetum. Ok, svo mér finnst það pínu fyndir þetta. Eftir á er þetta fyndið, þetta er ekki fyndið, þú stendur og bara enginn kemur klósettum. Og svo var þeim skilað fyrir framan aldyrnar í svörtum plastbókum, en ég meina þá var búið að kaupa nýja. Er það til auka núna? Já, þetta var eitthvað æði sem gekk og margir áttu að taka þátt í þessu og gerðu það. Þannig að en það líka margt gott við samfélagsmiðlana. Við skulum heldur ekki gleyma því. Og kannski væri fínt að einblína líka á það annað slagið. Ég meina þetta er ekki alveg alls slæmt. Það er alveg góða punktur. Við getum alveg renti við það á eftir. Það er alltaf góð. Telma? Þetta klósettsetu dæmi er samt pínu snilld af því það er ekki skaðað neitt eitthvað svona alvarlega. Ég veit bjóst við að kemur eitthvað svona eins og það var ekki eitthvað þá til að reyka gaffal í innstungu eða eitthvað. Það var eins svona eitthvað. En já, ég komst þess að þetta tengist reyndar ekki börnum á samfélagsmiðlum en mér bauðst nýlega starf af því að ég talaði fleiri tungumál og því ég tala íslensku. Og það starf var basically bara að catfisha fólk á netinu. Já. Og þeim vantaði þess að íslensku mælandi starfsfólk. Og þá er það basically bara þannig, ég hef siðferðiskennt þannig að ég vinn ekki við þetta, en þetta var sem sagt þannig að þú átti bara, þeir búa til einhver prófíl, þú veist, einhver mannesku, einhverja konu eða eitthvað og svo þú bara catfisha einhverja menn og svo bara borgað á hver skilaboð sem þú sendir. Og ef þið leist ekki á það, þá gastu líka verið spámiðill. Hvað ert þú að sækja vinnur, Helga? Nei, Telma. Herðu. Ég held þetta hafi komið ándjóks í kjölfarið af LinkedIn, af því ég sett á LinkedIn að ég tala íslensku. En nei, þú veist, þetta er í alvörunni, þetta er bara legit business, bara að halda úti fólki sem er að þú veist, að þú veist að tala hvað raunveruleikin er ekki alveg svo þú veist, þetta er svo brenglað. Já. Og catfishing, ja, kannski Telma þú bara útskýri hvað catfishing er eða þú vilt, svo fólk viti það, það er ágætt að fólk viti það. Já, auðvitað.
þetta snerist sem sagt að þeir setja kannski prófíl af einhverju voða sætri konu og svo þykist þú vera viðkomandi og ert að senda bara einhver svona fullorðins chat skilaboð, skilur, og tala við viðkomandi og þykjast vera einhver annar og þú fær borga fyrir það, fyrir hver skilaboð svo sendir. Já, catfishing er þess að þegar þú ert bara, þú ert plataður til þess að, já, af einhverju manneski sem er ekki svo sem hún segir, hann eða hún segist vera, þess að það er bara með öðrum orðum. Óskar? Já, þetta telva að segja kemur ekkert óvart að því að bara scammers eða svona sem er að skema fólk, þetta stór business bara svona worldwide, þú veist, hvort það sé catfishing eða svona öll þessi scammers, þú veist, þeir stór business og þeir reyna bara að finna fólk, þeir mjög gáða, þú veist, hvernig þeir finna fólk, þeir nota samfélagsmiðla mjög mikið til þess að gera þetta og þeir reyna bara þessi stjórna, þessi rosalega gáðar, sérstaklega með þessi call center, sko, þeir að notfæra sér, þú veist, ég blame aldrei fólk sem að vinna við þetta því að í flestum tilfellum þá eru þeir að notfæra sér fólk sem í miklu fátækt og hafa engan aðra leið til þess að afla sér peninga og svo fá þeir boðum þetta, þannig að það er ekkert annað betra í boði. En mér langar líka aðeins að ræða þú veist, það sem ég finnst eitt svona versta sem svona algengast á samfélagsmiðlum og svona versta þróunin sem hefur orðið út frá samfélagsmiðlum. Eins og við höfum reynda rætt aðeins í öðrum þætti að varðandi einelti, þú veist, að hvaða eltir krakka heim í dag. Þú veist, það er eina ástæðunum af hverju. Það er ekki eina ástæðan, en það er eina stóra ástæðan af hverju mér finnst að krakkar ættu ekki að vera á samfélagsmiðlum, af því að, þú veist, þetta er stórt vandamál, ekki bara á Íslandi, heldur bara í heiminum, að einelti núna eltir krakkana heim og þú veist, endar með því að þú veist, krakkar taki sitt eigið líf, þú veist. Ég var lagður í einelti, ég var í skóla eins og margir, en þú veist, ég var allavega öruggur þegar ég var komin heim. Þú veist, allt áreitið hætti þegar ég kom heim. Krakkar í dag hafa ekki lengur það ef þeir eru á samfélagsmiðlum af því að þeir eru bara áreitt 24/7 og líka ég tek alveg undir það, þú veist, samfélagsmiðlar eru ekki góðir og það er hægt að nýta þau mikið eins og til dæmis með að safna undirskriftum, plana, þú veist, mótmæli eða, þú veist, eitthvað svoleiðis, það hefur gert það miklu auðveldara og þannig að, þú veist, samfélagsmiðlar, ég hef alltaf sagt, þú veist, samfélagsmiðlarnir sér og einir eru ekki slæmir, það er hvernig við erum að nota það og hvað við erum að setja inn á það sem er slæmt og ég tala eins og mitt sem þú myndist á að, þú veist, með þetta að hvað stelpur að sjá okkur að posta og lífið svo frábært og svo heldur að lífið sér til og ég hef oft talað við krakka þetta þegar ég hef verið að fara með forvarnir í skólum varandi fíkniefni, þá ég líka tala eins þetta því að, þú veist, og bent krökkum á að það sem þessir influencer að setja á samfélagsmiðla, þau eru bara að setja svona bestu mómentin af lífinu sinu, það er ekki mynd á hvernig allt lífið þeirra er. Páll, er þetta hjá þér? Koma svona einhver hljóðið, það getur það passað? Já, ég ætla að loka svaladyrunum, það er opið út. Já. Svo er þetta ekki einu svona alvöru moment, Óskar, ofan á það, sko, þau eru búin til. Já, ég held að þetta sé svolítið svona 50-50, sumt að þessu alvöru moment og fólk að auðvitað vill publicize að, þú veist, séra góðum minningunum sínum, það er mjög eðlilegt, en svo þetta líka svona
þú ert orðin fyrir stór influencer þá er orðið svo mikið pressure að setja út gott content nánast daglega, þannig að það er ekkert skrítið að þau byrja þá að búa til moment og þú veist, bara svona þetta er orðað til það sem búið að vera lengi og ég minni oft fólk á þetta, þú veist, átt ekki að trúa öllu sem þú sérð á internetinu. Já, góð punktur. Páll, þú varst næstur? Já, ég er sammála því að ef maður snýr sér svona að fullorðnu fólkinu, það er einmitt, þetta er líka algengt hjá fullorðnu fólki, það er alltaf að sýna sparihliðin á sér og ég bý svo flott og ég á sumarbústað og nú erum við að gera þetta og þetta er svona svolítið íslenski draumurinn á sterum, sko, allavega, það sem ég hef orðið var við. En kostirnir við netið er fyrir svona nörd eins og mig sem hefur aldrei almennilega rekist í hópum eða klíkum og ég hef alltaf haft svolítið svona sérkennilega áhugamál. Ég fór náttúrulega í guðfræði, kláraði hana og það er dálítið erfitt að finna fólk sem hefur áhuga á guðfræði og ég hef tengst fólki víða heim sem meðal annars er Ameríkani sem ég kynntist í gegnum samfélagsmiðlana sem býr í Iowa og hefur verið að læra íslensku í 10 ár og á 2 íslenska biblíur, 2 útgáfur sem sagt og mér datt í hug að aðstoða hann við að læra íslenskuna og við lesum saman í biblíunni á íslensku og tölum guðfræði leiðinni sem ég finnst alveg óskaplega gaman. Þannig að samfélagsmiðlar að gefa mér hluti sem að ég fann aldrei á Íslandi til dæmis, aldrei nokkna. Já, það er mjög góð punktur. Takk fyrir. Ég ætlaði svona aðeins að fara að svissa þess upp í upp á fullorðna fólki og hvernig ég ætlaði nú að fara að samskipta á netinu. Það er nú gaman að fara út í þann ógeðslega forarpitt sem að það er og bara talandi svona dæmi hvernig fólk er ekki enn búið að læra á netið. Það er hvernig við tölum, eða margir, hvernig fólk tala við hvort annað á netinu og ég persónulega tengi svo illa við þetta vegna þess að svona ég reyna að segja ekki við fólk á netinu þess að ég myndi ekki segja við í eigin persónu. Það eru alls ekki allir þar og maður hefur tekið eftir hvað fólk bara getur orðið svona viðbjóðslegt. Fólk sem myndi ekki einu sinni þora að opna á sig kjaftinn í eigin persónu. Það getur orðið hreinlega algjörlega viðbjóðslegt þegar komið er á netið og hvað það segir við fólk. Og þetta er gaman að heyra ykkar álit á því hvernig svoleiðis samskiptum er háttað. Óskar, þú varst næstur. Já, hvar á ég að byrja þessu, sko, mér finnst einmitt, þetta orðið verra núna af því að nú er fólk farin að, ég veit ekki hvort þið hefur tekið eftir þeim, nú er fólk farin að misnota nýtt feature sem Facebook setti inn, ég held að þessu kannski 5 mánuðir, sett inn anonymous, nafnlaust comment eða post inn á grúpur og svoleiðis. Eftir að það byrjaði þá finnst mér að svolítið, þetta var búið að skána aðeins af því að fólk var að byrja að tala þetta og mikið umfjöllun hvað þetta væri, þannig að þetta minnkaði aðeins. Svo kom inn þessi feature á Facebook og þá bara svolítið svona óksita, Ég vil alls ekki að Facebook taki þennan feature út af því að í sumum löndum er þetta eiginlega algjörlega nauðsynlegt bara af því að það er suma skoðanir sem bara getur lent í stórum vandræðum ef þú setur það út á netið, þannig að ég vil alls ekki að Facebook taki þetta út en fólk er að misnota og sem að sér og ég er bara búinn að læra hana það ef ég er að tala við eitthvað og við erum kannski að rökra eitthvað leið og hann fer í persónulegar árásir, það er bara eitthvað, já ok, ég er bara búinn að vinna, þú getur ekki sagt neitt og nú fer í persónulegar árásir og ég bara fjarlægist póstinum og ignora það, en þú veist, þetta er, ég þekki nokkra sem eru að búa til content bæði á Twitch og YouTube og þú veist, þetta er það sem er að valda mest áhyggjum, þetta er að hafa neikvæð áhrif á þig og ég hef stundum þurft að kenna fólki að þú veist bara, þarf svolítið bara að ignora það. Þetta er fólk sem er bara veikt og fær einhverja ánægju því að það er
ósátt við sitt að setja niður annað fólk og eins og, þú veist, þetta saying, þú veist, troll, þú veist, að trolla eitthvað, þú veist, það bara, þú veist, hvað get ég sagt mikið ógeðslegt svo ég fái neikvæð viðbrögð frá viðkomandi. Þú veist, þetta bara, þú veist, ég veit ekki hvað hægt að gera í þessu, en þetta náttúrulega bara ógeðslegt sem maður sér fólk segja annað fólk, sko. Takk. Telma? Mér langaði mitt bara að segja, sko, mér finnst ógeðslega gaman reyndar þegar fólk anonymous og svo gleymi það sér og kommentar undir nafni á póstinn, ég elska það. En þetta samt líka bara á Íslandi, ég ekki að djóka, bara þú veist, settu eitthvað á Twitter sem að öfgum líkar ekki. Þú veist, þá myndir þú vera anonymous, sko, af því þú veist, já. Þú færð alveg að heyra það úr nokkrum hóttum þar og ég held líka sko, ég það fínt að hafa hana fítus en margar grúpur með það þannig að admin þarf að samþykkja póstinn. Það svolítið sniðugur fítus að þú veist þá sá sem að heldur utan grúpuna getur stjórna hvað fer út og hvað ekki. Getur admin ekki alltaf séð hver gerir póstinn? Ég held að sé svoleiðis alveg saman hvort þetta er að samþykkja eða ekki. Ég heldur ekki alltaf séð, en stundum það þannig að ef þú vilt posta anonymous, þá þarftu að bíða eftir að admin lesi yfir og samþykki já eða nei hvort hann birtist, sko. Já, mér finnst þetta góða punktur hjá okkur báðum, Óskar og Telma með þetta, því að leiðilegt að hann eldur komst ekki, því að hann fáir fengið jafn mikinn skít yfir sig og hann á netinu og hún Edda þurfti að afbúða sig í kvöld og hún fékk nú heldur betur yfir sig helling þegar OnlyFans umræðan fór í gang og henni fannst voða leiðilegt að komast ekki en ég hef nú ekkert farið, þú veist, varhluta að því sjálfur heldur, þú veist, bara leið og auglýsta broadcast fær í lofti að þá fór bara fólk sem að, þú veist, hafði ekki hvorki heyrt hvað ég hafði að segja eða neitt að bara, það sá að maður var tengdur þessu og ógeðið sem var allir upp úr sömum var bara viðbjóðar, en ég get sagt þér mitleiti að hafði miklu minni áhrif á mig heldur ég bjóst nokkuð tíma við vegna þess að ég hef sagt það nokkur sinnum að ég kannski það ekki þú veist, hentar það ekki öllum að nota þessa aðferð en ég, þú veist, þegar þú tekur þetta vopn af fólki að vera alveg sama hvað þeim finnst vera alveg sama hvað þeim segir og þá verður það ennþá orðljótara, ég vonum að segja þá ennþá ógeðslegri hluti til þess að fá athygli frá þér sko og þú veist, ná að særa þig greinilega en mest fólk sem að gera svona, við erum alveg hreinskilin, þetta eru bara einhverju aumingjar sem þú veist, fólk sem að lætur svona á netinu, það lætur ekki svona í alvörunni, þetta eru bara einhverju aumingjar í flestum tilfellum sem að þau hafa voða lítið fram að færa, þau hafa engin önnur völd aðili sem að hefur einhver áhrif á fólk í daglega lífinu, þetta talar oftast ekki svona. Þetta eru svona ákveðna reglur finnst mér svona sem að fólk sem að kann eðlileg samskipti, það talar oftast ekki svona við aðra á netinu heldur. Þetta er svona, já, ég ætla að koma aðeins betur að þessu á eftir og hleypa Páli að. Já, eini samfélagsmiðl sem ég á Facebook og þar finnst mér svona vera óskráð regla hjá þeim sem að svona hafa einhverja félagslega hæfni sem ekki allra skilur. Það er hellingur af fólki sem hefur ekki svona félagslega færni og kann í raun og veru ekkert að eiga samskipti og hefur aldrei gert og hefur aldrei kunnað það og það skánar ekkert við að fara á neti sko. Og það er helling líka af lausnum, fólk sem lasið sem að tjá sig og það bara, þú veist, maður verður í raun og veru að horfa í hina áttuna og meðan það gengur yfir. En það svona kannski áskráð regla hjá þeim sem að taka þetta dálítið alvarlega og finnst svona mannasiðirni skipta aðeins meira máli og það er það að þegar þú skrifar eitthvað á vegginn þinn, þá að þegar að koma gestir, þá er ætlast til þess að þú ert gestur og þú tjáir þig það sem er verið að skrifa og þú kemur með aðra skoðun
á málefninu, ekki á persónunni. Já, Og já. það verður oft þessi ruglingur að fólk fer sem sagt, setja út á persónuna en ekki skoðunina á málefninu. Þannig að þetta verður strax persónlegt og það tók mér svolítið tíma að læra að fara ekki í þennan pitt að vera að svara fólki á þeim level sem það var sjálft. Heldur bara að leyfa því að gusa þessu út úr sér og gefa ekkert út af það, sko. Takk fyrir. Telma? Ég ætlaði mitt áðan að koma inn á þetta með að mér finnst oft ef þú hefur ekki rök, ef þú getur ekki fært rök fyrir máliðinu þá svona ræðst á manneskjuna, það hefur oft verið svolítið þannig að geggjaður punktur hjá Páli með félagsfærni að það er skortur á henni í heiminum, held ég. Og sko, mér finnst einhvern veginn, já, þetta með internetið og með hvað maður segir og allt þetta, af því þú veist, þetta er svo fljótt ef þú lest einhverja svona, einhver setur út einhverja skoðun og einhverju kommenta mánunarlega og svo ertu bara komin í sandkassa. Þannig já, það er ágætt að það gerist mjög oft og svo er líka svo áhugavert að sumir taka allt til sín persónulega sem aðrir setja á internetið. Það er eitthvað svona sérstakt og ég þekkti einu sinni manneski sem er svona kannaðist við sem að taldi sig knúna alltaf svara öllu sem að sett svona út í, það sett einhver bara já, hefur einhver týnt hérna skó, bara nei, þetta er ekki minn skór. Já, það er klassík. Og já, þú veist, þetta finnst alveg svona fólk sem tekur beint til sín, þannig ég held að stundum sé þetta líka annarkvort það að fólk er að ráðast að persónu og svo er jafnvel stundum kannski vandamála einhverjir að taka til sín það sem þeir eigi ekki. Það er góða punktur. Óskar? Já, þú veist, ég ætla að svara líka spurningu með anonymous postana, með það grúppur, mér finnst það ég er mjög ánægður því ég sé inn í grúppur og ég sé að admin þurfa að fara yfir postana. Ef þú gerir svona anonymous post, admin geta séð postin, þeir sjá aldrei hver manneskjan er. Þóttu þú sért admin á grúppinu þá farið aldrei að sjá hver manneskjan er og featurinn er hannaður í þeim tilgangi að passa manneskjunu en þeir geta lesið yfir postin og svo geta þeir ákveðið hvort að þú færð að posta þessu eða ekki. Gott að og annað sem ég vildi koma inn á er að það kemur alltaf á óvart hversu lítið af fólki eða hversu mikið af fólki fattar ekki hvernig internetið virkar. Og það til dæmis það að allt sem þú setur á internetið er þarna að eilífu. Þótt að segjum svo að þú setur einhvern post og svo eftir einhverja mánuði þú sérð eftir því. Þótt þú eyðir honum, þá er hann samt á netinu, það er hægt að finna hann aftur. Og ég veit það bara fyrir víst að ég vann við það í nokkra mánuði hjá fyrirtæki þar sem einhver var að sækjum og þá var starfið mitt bara basically að fara að gera djúpt samfélagsmiðla leit. Þau voru bara að leita ákveðnum hlutum ef ég fann eitthvað af þessum hlutum þá átti ég að láta þau vita og ég bara eiginlega, ég held ég hef unnið í 4 mánuði og ég sagði bara upp, ég gat þetta ekki lengur. Að horfa upp á og leita á fólki og sjá sem hlutina sem fólk var að setja og ég hef ekki samvisku í þetta. Og maturinn sem ég var að eitt gott dæmi með þetta var manneskja sem setti eitthvað á vegginn sinn og ég kommentaði á það og hún var móðguð og hún sagði bara hvað ertu að kommenta á þetta er veggurinn minn og bara ekki var að biðja þau skoðun og ég bara þú veist þetta er internetið, ekki þín persónulega dagbók. Það sjáu þetta allir. Ef þú vilt að þetta sé private þá getur þú sett það þannig að bara vinir þínir sjáu það. Þú veist, fólk þarf að íhuga hvað er ég að setja á netinu, þú veist, það er ekki bara
þú skrifar það og þá það horfið að eilífu, þú veist. Það hægt að rekja, þú veist, eins og við höfum séð, þú veist, sem celebrities í Bandaríkjunum að lent í vesenu, eins og Kevin Hart lent í vesenu af því hann sagði eitthvað fyrir 10 árum sem var allt í lagi þá en var ekki socially acceptable í dag. Þú veist. Nei, það fór mikið fyrir brjóstið á rétturum. Og þú veist, eins og til dæmis bara í fyrra þá var fólk að reyna cancela Eminem fyrir fyrstu plötun hans, fyrir lögin sem hann að setja, þú veist, My Name Is, þú veist, lagið sem hann samdi Kim og móður sína og svo bara, þú veist ekki eftir að fara að cancela en annar mann, sko. Þetta orðið algjör stjórnum, sko. Helga? Já, ég segi Þú hefur nú orðið fyrir ágætis barsmíðum á netinu líka með skjálftast ekki? Já, skítadreifararnir hafa verið duglegir. Því ekki að neita og það er kannski óumflýjanlegt þegar að maður fjallar umdeilt málefni. En það eins og, ég segi svo Páll, sko, ég er bara með snjáldursíðu, ég er ekki með neina aðra miðla. Þannig að ég hef ekki reynslu af því en ég hef séð fólk pósta af þessu X og hvað þetta nú allt saman heitir, það sem að fólk setur inn á og stundum getum við bara hrist hausinn yfir þessu, bara hvað er í gangi, hver er tilgangurinn með þessu, því að ef það á að reyna að vinna einhverju málstaðlið sem dæmi, þá er svona málfar engum til framdráttar, engum. Og ég hef nú lent í því á minni síðu og þar hef ég beðið fólk vinsamlegast bara að taka út færslur vegna þess að ef það gerir það ekki sjálft, þá myndi ég henda því út vegna þess að ég líð til dæmis ekki svona inn á minni síðu. Fólk sé kalla fávitar og heiladautt og ég veit ekki hvað og hvað, sko. Þannig að ég held að við verðum líka svolítið allavega inn á snjáldusíðinu að passa það hvert og eitt að hleypa ekki fólki í þessa umræðu á eigin síðu, sko. En eins og til dæmis eldur, það sem maður hefur séð, það sem hann hefur fengið yfir sig. Persónulega hef ég nú ekki séð eld dreifa neinum svona ókvæðis orðum en allavega það sem ég hef séð sem hefur verið beint á honum vegna baráttumáls, þetta er náttúrulega bara ótrúlegt að fullorðnu fólki. Já, eldur hefur nefnilega verið duglegur að halda sig við málstað og hver sem að sá málstaðir er og hvort sem fólk líkar hann eða ekki hefur ekki stoppað þig allavega í að gera gríðarlegar árásir á hann. En Telma, þú varst næst. Nákvæmlega. Mér finnst það líka áhugavert að tala svona skítadreifara að þú veist, það er kannski einhver einn með litla skóflu einhvers staðar og þá kemur eitthvað svona apparat eins og devaf bara með fokkin skítadreifaran bara. Af því að aðrir klikka á það. Það er bara, það er ótrúlega, og ekki bara devaf, bara fjölmiðlar. Að þú veist, þetta er ekki einu svona fréttir. En þeir, þú veist, bara copy-pasta eitthvað á Facebook og birta það bara til að fá fólk til að klikka á það, sko. Og þeir virðast ekki bera neina ábyrgð á eða finna þörf hjá sér að svona ábyrgð á hvað þeir eru að setja út fyrst mér. Það er nú eitt að góða við samfélagsmiðlana að það er þessi, hvað eru búin að koma upp þessar rusl blaðamenn allavega sem að kalla sig blaðamenn og það er svona, einmitt eins og þú segir, það snýst bara um að fá klikk, þeim er alveg sama allt annað en talandum sko að læra á internetið og tala ekki á netinu eins og myndi tala í alvörunni. Eitt af svona skemmtilegasta sem ég geri það er að sjá myndbönd af fólki á netinu sem að heldur greinilega að sé ennþá á internetinu og talar þannig við fólk og sjokkið sem að sumir gauratir sérstaklega þeir fá svo bara kjaftinn því að þú veist það gleður hjarta mitt svolítið, ég er bara þar því miður, mér finnst það opaslega gaman að sjá fólk fá karmað í smettið sem að er búið að vera hend út og það er eitt af því sem ég hef skemmt því að ég held að við flest og kannski sérstaklega kallmenn, ég veit það ekki að það er ákveðnir hlutir sem þú segir ekki við annan mann nema þú vitir það að þú veist, ég segi þetta
og þá þarf ég þarf að verja mig, því að það, þú veist, ég að fara að fá kjaftinn ef ég geri þetta. Ef ég segi ákveðna hluti, ef ég fer yfir ákveðna línu, þá ég bara lamin. Og mér finnst þetta, ég sakna þess svolítið að það sé ekki svoleiðis afleiðingar yfir netti, því að mér finnst fólk tala þannig eins og það get ekki haft neinar afleiðingar að segja sjúklegustu og ógeðustu hluti sem maður myndi aldrei þora að segja við aðra í eigin persónu. Og þess að segja, ég elska að sjá fólk gera það, gleyma sér að það ekki á netinu. Og svona, það eitthvað svona að þú sérð í andliti að þeim eftir að það slegið. Það eitthvað breytt. Það veit núna að ok, það þú veist, það sem ég segi getur haft afleiðingar. Það eitthvað fallegt við það, finnst mér. Óskar? Já, ég er alveg sammálaður með það og þú veist, versta sem ég hef séð svona, ég ætla ekki að segja að það hafi ekki gerst á Íslandi, en ég hef aldrei orðið séð það á Íslandi, en því ég sé fréttir eða vídeó þar sem unglingur eða barn ræddi sjálfsmorð og svo er fólk að kommenta undir það að þessi ánægt að hún hafi gert það. Það væri, þú veist, náttúrulega, ég veit ekki hvort þið hafið séð að algengasta vídeói sem varð svolítið til þess að varð svolítið mikið talað það allavega í Bandaríkjunum og urðu svolítið breytingar varðandi það. Þetta er svolítið gamalt vídeó, heitir Amanda Todd. Hún sem sagt var lögð í mikið einelti og endaði með bara hún tók sér til líf og svo fólk ennþá að kommenta á vídeóið hennar bara að því hún gerði ein mistök að þá var að henni að kenna og hún átti skilja að deyja og þú veist. Maður sér svona hluti, maður bara svona, hver er tilgangurinn? Þú veist, ég skil ekki hvernig fólk getur sagt svona hluti frá sér og ég er með fegin með, þú veist, þá kennslu sem ég fékk sem barnar, þú veist, og ég var alveg verið á slæmum tímum á mínu þegar ég var í neyslu og gerði mikið slæmum hlutum, en ég var aldrei þarna af því að, þú veist, ég var bara alveg með það þegar ég fór að fara á netið og það var frændum sem sagði mér bara, þegar þú ert að tala við eitthvað, ímyndaðu þetta sé, þú veist, systir þín, mamma þín, bróðir þín, pabbi þín, þú veist, myndirðu vilja að þeir tala svona við þau og það hefur alltaf svolítið svona stoppað mig og ég held líka svolítið að vandamáli sé að því að þú ert að baka tölvuskjá og þú sér kannski ekki manneskjuna fyrir fram með þannig að þú ert að leyfa þér að fara miklu lengra en þú myndir gera ef þú væri með manneskjuna fyrir fram með því þú sérði ekki manneskjuna og þú ert bara að horfa á tölvuskjá og sér kannski bara texta eða ert að horfa á vídeo og þú veist, ég held að þú veist the lack of human contact sé svolítið að leyfa þér að fara miklu lengra en ef þú myndir gera og af því að þú sérði ekki skaðan. Þú sérði ekki, þú veist, hvað það gerir við manneskinu að segja svona hluti við þá. Og líka það sem ég finnst vandamáli og af hverju það er búið að vera að aukast á undanfarandi tíðum ég held að þetta sé bara afleiðing og ég held að það þurfi að gerast eitthvað núna því að þetta sé afleiðing af COVID af því að það sem gerist í COVID er að við einangröðumst þurftum að vera svolítið mikið ein heima og við mistum þessi samfélagslegu, eða margir okkur mistum þessi samfélagslegu tækni að eiga samskipti við aðra og svo endaði COVID og fólk og ríkið var bara, nú heldum við bara áfram en þá voru ekkert að taka til kynna að við erum bara að vera innilokuð í hvað ár, 6 mánuði, 2 ár, þú veist, mismunandi eftir fólki hvað var mikið innilokað og þetta er augljóslega fólk er bara svolítið búin að missa mannlega samskipti sem völd af þessari einangrun sem við urðum til. Ég er ekki að kenna einangrun, það var nauðsynlegt til þess að gera það en það þarf eitthvað að taka stíla við það. Það er rosa lítið talað um þetta. Ég held að það sé svolítið mikið eftirköst. Ég held að það sé ekki ástæðulausu að þetta er búið að aukast síðan að COVID ástandið endaði og þetta er eitthvað sem ég finnst að þurfi að skoða. Takk. Vel sagt, Páll. Já, ég vil líka minnast á Eld, þess að hann á alla mína samúð og aðdáun
þess að hann að taka við hlutum sem að eru í raun og ekki ásættanlegir bara á neitt hátt og það sem hann þarf að taka við náttúrulega mjög oft frá fólki sem einfaldlega veikt. Það veikt, það jafnvel illa, það jafnvel á grensunni að vera þroskaskert, það persónulega truflað, það allt rófið þarna. Það vill bara svo til eftir 38 ára á geðdeild að þá kann ég orðið svolítið á að spotta þessar persónuleika veilur sem eru oft ríkjandi hjá fólki sem hefur enga grensur, hefur engin mörk í samskiptum. Og hann að fá þennan skít á sig frá fólki sem því eiginlega oft ekki alveg sjálfrátt. Og það sem ég dáist að hjá Eldi, hann alltaf tilbúinn að bjóða upp á samtal við þetta fólk sem ég til dæmis ekki tilbúinn. En þess að ég sé það bara sem of veikt til að geta tekið þátt í einhvers konar rökræðu. Það getur endalaust tjáð tilfinningar sínar þar sem það statt, hvar sem það en það getur ekki rökrætt og þá ég bara ekki með í því. En hann gefur alltaf þessa sjensa og þess vegna á hann mína óskiptu aðdáun. En svo finnst mér annað í sambandi við samskipti á netinu og þá ég að tala fólk sem svona nokkurn veginn í lagi og að skiptast á upplýsingum eitthvað málefni sem það áhuga á, hvort sem það loftslagsbreytingar eða einhver heimsmál, heimspólitík. Og það finnst mér svo mikilvægt ef fólk ætlar að eiga uppbyggileg samskipti að það svona skiptist á upplýsingum staðreyndir eða það sem það telur vera staðreind og svo annars vegar og svo hins vegar skoðun fólks á hlutunum. Og ég hef reikið mig á það að til dæmis ef ég að tjá mig ég lenti því daginn og ég gerði það svolítið að ganni minni, ég skrifaði bara, þú veist að CO2 í andrúmsloftinu væru 0,04%. Og þetta var bara staðreind, ég bara varpaði þessari staðreind út. Þá fékk ég allavega 2 komment þar sem fólk var ekki sammála því. Og ég var einhvern veginn svona, ég skil að þú ert ekki sammála en þetta reynda staðreind. Þannig að það dettur út þessi samtalsplattform sem gæti kannski orðið meira ef að fólk fær ekki strax í skoðanir sínar. Það kannski svolítið fullt af því mér finnst þetta og nei, ég ekki sammála þessu. Það gott og blessað. En það þarf aðeins að aðskilja stundum finnst mér ef fólk í alvöru að skiptast á skoðunum og eins og kallar á ensku comparing notes og þá ég að tala meira staðreyndir og af því að fólk vill oftast heyra, það vill fræðast og það finnst mér svo heillandi við samfélagsmiðlana, allavega það sem ég hef notað af því að maður tengjast fólki sem að segja mann eitthvað, upplýsa mann eitthvað. Og það finnst mér svo skemmtilegt og uppbyggilegt. Og þá lærir maður að skoðanir manns á hinn og þessu kannski ekki alltaf aðalatrið. Takk fyrir. Já, mér finnst það helviti gaman nefnilega að ræða hlutina og ræða einmitt annað sjónarhorn heldur en sem kannski ég hef verið með. Mér finnst maður að læra með svoleiðis. Ég hef eiginlega minnstan áhuga oftast að spjalla við fólk sem þeim meira sem það sammála mér, þeim svona minni áhugi hef ég á svona umræðum við þau, vegna þess að, ég nenni ekki að standa í einhverju hringrungi svona, ef maður kallaði það, og það bara ekkert, það ekkert voðalega spennandi finnst mér, en mér langar líka talandi þetta COVID-dót að það var nú einn partur af þessu sem að fólk hefur vílaði sem ekkert fyrir sig með að segja bara að þeir sem að voru ekki sammálaði með bólusetningar að ef þau koma þeim bara deyjandi einhvers staðar þá ætti bara skilja þau eftir og ekki gefa þeim læknisþjónustu og leyfa þeim að drepast og bara, nefndu ógeði sem fólk sagði og þetta, sumt af þessu var bara fólk sem að, ég kannaðist við, óskum venjulegt fólk af flestu leyti. Svo kemur það bara, með brennur fyrir einhverjum málstað á netinu og þá hikar það ekki við að láta frá sér svona viðbjóð og mér finnst þetta ákaflega forvitnilegt því að
þau myndi ekki segja þetta við manneskinu face to face, það bara svoleiðis. Helga? Já, líf samfélagsmiðlana, nú þegar að hvert ríki á fætur öðru tekur inn lög hatursorðræðu, þá verður svolítið fróðlegt að sjá hvernig samfélagsmiðlarnir þróast. Því að túlki ég eitthvað sem hatursorðræðu þá get ég tilkynnt það til eitthvað yfirvalds einhvern einstakling sem að mér finnst hafa gengið yfir mín mörk hvað varðar hatursorðræðu. Og ég meina Skotland nú bara gott dæmi það núna í augnablikinu, þar sem að rignir inn kærum yfir fólk sem að mótmælir því að transkona sé kona, heldur að vill halda því fram að transkona sé karlmaður, og ég meina rithöfundinn J.K. Rowling nú gott dæmi það. Ég las á örugglega blogginu hans Páls að það hafa nærri 5.000 kærur borist slíkt til lögreglu. Og þeir drukkna hreinlega í svona kærum hatursorðræðu. Það besta að meirihlutinn af þeim, fyrir ekki að ég verða að skjóta hérna inn í, það besta við þetta að meirihlutinn af þessum kærum eru á forsætisráðherra sem alltaf bara ógeðslegur rasisti. Já, Skotana? Já, en ég segi sko, hvar enda svo miðlarnir þegar það orðið þannig að hver sem getur túlkað allt sem hatursorðræðu og svo ertu bara endalaust tilkynntur inn. Og svo velti maður fyrir sig sko, lögregluvöld í Skotlandi hafa ákveðið að þeir ætla ekki taka á þessu vegna þess að tilfinningar og hugsanir fólks og skoðanir getur aldrei túlkast sér lög hatursorðræðu. Ég meina munu aðrir fylgi í kjölfarið. Þannig að þetta verður fróðlegt að fylgjast með þessu komandi ára. Heldur betur. Óskar? Nei, Telma fyrir ekki þú stöðundan. Þetta samt kannski pínu svona, það var svona mím á netinu, eitthvað sem basically manstu þegar þú vildir loka alla inni sem voru óbólusettir og kalla þeir svo aðra fasista. Já. Þú veist, þetta var alveg svona fasist á köflum, sko. En, já, ég meina, það er ótrúlega skemmtilegt podcast sem ég hlusta oft á, sem ég man náttúrulega bara alls ekki hvað heitir í augnablikinu. En ég nokkuð viss heitir Ein pæling, getur það ekki verið? Já, Þórarinn Hjartarson. Jú, Þórarinn Hjartarson, já. Hann algjör meistari. Ég veit það og hann svo flottur af því að hann svo góður í að færa rök fyrir því sem hann segir. Og hann til dæmis var ekkert að tala það að hatursorðræða í eðli sínu ekki til. Ég alveg saman því. Já, þú veist, að mér fannst hann það mjög magnað að hlusta á hann af því að hann einmitt hann svo málefnalegur. Þannig að, já, ef ykkur langar að tjekka því með hatursorðræðuna af því að þetta alveg svolítið svona, þetta slippery slope þetta svæði einhvern veginn, sko, að þetta hefting og tjáningafrelsi. Gaman að segja frá því að svona skjótaði inn að ég hleypi Óskari að ég fekk hann til mín í þátt og í eitt af svona hugsaðiskipti ég nenni ekki að bakka upp þátt áður ég fyrir að vinna hann. Vann hann og þá fór rafmagnið af hjá mér og ég eyðilagði þáttinn og mist hann. Þannig að Þórarinn hefur ekki birst hjá mér ennþá þó hann hafi komið í þáttinn mín. Þannig að því miður, en hann ætlar að bæta úr því í sumar. En já, Óskar. Já, tvennt sem ég vildi koma inn á og vera annars það sem Páll var að tala og það myndi mig á kvót sem ég heyrði Ricky Gervais segja hann sagði að vandamálin í samfélaginu í dag að áður fyrr þá var það að mín skoðun jafn mikilvæg og þín skoðun sem alveg rétt og allir eiga rétt á sinni skoðun. En núna þetta orðin bara eitthvað að mín skoðun meira virði is more worth than your fact. Þú veist, bara eitthvað, ef eitthvað staðreynd og það margsinn búin að sannræna þá getur eiginlega ekki haft skoðun á því hvort þú er sammála eða ekki. Þetta staðreynd að
ástæðulausu. Sérstaklega ef þetta er vísindastaðrið, þá er þetta ekki bara eitthvað fekk að vera hugmynd og bara þetta er svona, þá er búið að eyða árum, mánuðum, áratugum að rannsaka og þá er bara búið svolítið að sanna að þetta er staðrind. Og hitt sem ég vildi koma inn á er einmitt með þessa hatursorðræðu. Og ég er ekki sammála því að það sé ekki til eitthvað sem heitir hatursorðræða. Hins vegar er það mjög sjaldgæft í dag að maður verði varið, sérstaklega í svona vestrænum ríkjum, maður verði var við eitthvað sem er í raun og veru hatursorðræða. Og rauninni bara svona viðmið ef fólk er í vafa hvað þetta vera hatursorðræða eða ekki. Myndirðu setja það í sama flokk og ræðurnar sem nasistar voru að segja á seinni heimsstyrjöldinni? Ef svarið er nei, þá getur ekki beint sagt að það sé hatursorðræða. Bara út af því einhver segja eitthvað sem þú ert ósammála eða segja eitthvað sem móðgeð þig, þýðir ekki að það sé hatursorðræða. Og það ætlar að fara að kalla allt sem er hatursorðræða sem móðgaði, þá þetta eiginlega að fara að því alveg sama hvaða skoðun er sett upp, þá eiginlega svona svolítið bókamál að það er eitthvað sem er að fara að móðgast út. Þú getur í rauninni ekki sett eitthvað lög út frá það að móðga ekki eitthvað, af því að móðgast hefur allt með þig að gera sem persónu, samfélag, hvað þú ert að díla við, hvernig þú lifir lífinu, þú veist, hverju þú trúir á, þannig að búa til eitthvað lög varðandi það er eiginlega bara svolítið ómögulegt og það minnir mig á viðtala sem ég sá einu sinni við Jordan Peterson, þar sem að viðtalandinn spurði hann að því hvað gefur, af hverju hefur þú meiri rétt á því að móðga eitthvað eða af hverju er það meiri réttur en þinn heldur en réttur eitthvað til þess að móðgast ekki, og ég var bara eitthvað, hvenær er það réttur einhvers að hafa rétt til þess að ekki móðgast? Það er bara partur af lífinu, þú munt hitta fólk sem lifir öðru þessu lífi eða hafa aðra þessu skoðun en því, og þú veist, það er ekki á þeirra ábyrgð að bera ábyrgð á tilfinning. Að móðgast er bara rosalega eðlileg tilfinning og þegar fólk vill ekki díla við það, þá er það svolítið bara þitt vandamál. Ef ég segi eitthvað og ég er ekki að tala beint þig eða ekki að segja neitt þig, en að segja einhverja skoðun sem hefur kannski einhver áhrif á þig og þú móðgast yfir það, þá er það svolítið þitt vandamál. Það er ekki á minni ábyrgð að taka ábyrgð á þínum tilfinningum. Ég býðst aldrei afsökunar ef ég segi einhverja mína skoðun og einhver móðgast yfir því. Ég neita að biðjast afsökunar á minni skoðun eða mínum sannleika. Það er ekki á minni ábyrgð og mér finnst það vera hættuleg þróun. Við erum að fara að minnka mælikvarðan hvað er hatursorðræða meira og meira og það verður að stoppa þetta því að já, þetta er bara orðið ótrúlega hættulegt. Takk. Já, ég er algjörlega sammála þessu og ekki síst að þú verður að taka ábyrgð á því að vera ekki stundum sjálfur, að vera ekki aumingi. Það er bara eitthvað sem að þú verður bara að bera ábyrgð á. Og ég get ekki, ef ég tala á einhvern nokkurn eðlilegan hátt við 5 manns en svo er einhver ein manneskja sem bara höndlar enga veginn að láta tala við sig nema ég bara liggu við með strjúkinn kinnina eða eitthvað, sorry, það er þitt vandamál, það er ekki mitt vandamál. Og eitt sem að ég þol ekki við fólk sem að styður ritskoðun, þá er ég meina ritskoðun í augum lagana, mér er drullu sama hvernig þetta er rauninni á annan hátt, að það er hvernig það er í augum lagana sem að skiptir raun og veru máli. Og
og eins og við vorum að ræða að það búið að handtaka 1000 manns senastu árum í Bretlandi fyrir þetta. Löggan hefur ekki tíma til að leita mönnum sem að stinga fólk en það hefur tíma til að leita fólki sem að segja ljóta hluti á Twitter sem náttúrulega bara alveg með ólíkindum og ég trúi bara ekki að fólk sé það heimst að geti ekki hugsað kannski fram, þó sé ekki bara nema fram að næstu kosningum. Ef það búið að setja lög sem að má túlka og refsa þér fyrir eftir þessum túlkunum sem eru oft mjög frjálslegar, hvað gerist þá þegar kemur alvöru fasisti sem að tekur stjórnin einhvers staðar? Og hann getur núna farið að túlka alla gagnrýni á sig sem bara hatursorðræðu og getur hentir í steinin fyrir það. Þetta bara, þú veist, ég þoli ekki fólk sem að getur ekki hugsað neitt annað en raskandi á sjálfum sér í vonum að, þú veist, að móðgæfi því að það sé ekki vafið inn í pappír einhvers staðar til að vernda þið fyrir einhverjum öðrum í staðin fyrir að taka smá ábyrgð á því hvernig þau sjálf takast á við hlutina. Og sjá þetta ekki að hversu ótrúlega hættuleg braut þetta er að leið og byrjar að takmarka þá verður það ekki stoppað. Páll. Já, það eru þó nokkuð mörg ár síðan að ég fékk gest frá Bandaríkjunum, kennara frá Chicago sem kom til Íslands til að vera á Gay Pride. Þetta var 2007 minnum mig. Og einn af mínum góðu vinum sem vígðist til press, hann var einn af þeim sem ekki vildi gefa samkynhneigða saman í kirkju. Og hann fann ekki hjá sér, hann gat ekki réttlætt fyrir samvisku sinni að gefa tvo kalla saman í kirkju. Og rétt áður en hann kom svo í kaffi, þessi prestur, ágætur prestur, og þá sagði þessi ameríski vinur minn, og hver er þetta þessi sem að koma í kaffi? Og ég segi, já, nú bara, hann þetta og þá hafði hann lesið það hann og sagði, já, býttu, hann á móti giftingu samkynhneigðra í kirkjum. Og ég sagði, já. Og þá sagði hann, býðurðu honum í kaffi heim til þín? Og það sem hann átti erfitt með að skilja var það að ég skil vígða presta, þeir verða að skoða sjálfan sig og leita inn á við hvað þeir geta framkvæmt samvisku sinna vegna. Og ég var að reyna að útskýra þetta fyrir honum að þetta væri þannig að hann sem vígður embættismaður inn í kirkjuna, hann verið þjóðkirkjunar, en hann þyrfti að fylgja sinni sannfæringu. Það snerist það, köllun og sannfæring. Og honum fannst þetta mjög merkilegt. En þetta svona á persónulegum basis, en í sambandi við hatursorðræðu og að vera sortera fólk, hvaða fólk má tala og hvaða fólk má ekki tala. Það í sambandi við heims- eða Evrópumálin, þá hefur maður séð að til dæmis Þýskaland hefur mjög strangar reglur það, þar megi ekki vera þjóðernisflokkar. Þú veist, það bara má ekki. Þangað til núna það komið þessi nýja hreyfing sem auðvitað hlaut að komið fyrir eða síðar. Og það var var það ekki Valg für Deutschland, það er svona þjóðernis kemur af þeim flokki. En fram að því hafði þetta verið mjög stíft. En til samanburðar þá var þjóðernissinnaður flokkur í Austurríki búinn að vera núna í örugglega tæp 30 ár. Og þar er ennþá lýðræði. Þjóðernisflokkurinn er ekki búinn að taka yfir og breyta öll í nasistaríki. Þannig að, og ég er svo sammála að það gengur ekkert að pressa niður umræðu og banna ákveðnum hóp fólks sem aðhyllist ákveðna hugmyndafræði að tjá sig. Það þýðir ekkert, vegna það fer bara neðanjarðar og það hverfur ekkert hvort sem er. Það er hægt að reyna það og það er hægt að reyna að halda því svona innan ákveðna marka og ég held að það sé gert reyndar einmitt vegna þess að þjóðernisflokkar verða þingflokkar og taka þátt í lýðræðislegri umræðu á þingi en er ekki ykkur jaðar samtök í myrkrinu ykkur staðar að halda laumufundi miðan nætur. Takk fyrir.
Já, við náttúrulega fórum aðeins í hatt og sorgana svolítið í fyrsta þætti en ég rosalega, mér finnst þú að gaman að ræða þetta svona, eins og til dæmis nú sá ég að það búið að vera að taka fyrir, einhver sem meistari sem tók sér til og tók frá óðafólkinu, ég hættur að kalla góða fólkið, ég fann að segja óðafólkið og mér finnst það miklu skemmtilegra nafn og þá verið að taka bara svona compilation eins og sagt það hafa búið að safna saman ummælunum sem það hafa látið frá sér og svo bara sett bara hann býti svona hálfgerð skilti af þeim þar sem að þetta bara, og þetta sko viðbjóðurinn hjá fólki sem að telur sig eins og sumir að segja bara að þau verði fyrir áreiti að því að séu einfaldlega því þau eru bara með sterkar réttlætiskennd en aðrir en þetta gefur fólki eins og sem að gera svona, þetta fólk sem að væri annars að beita einhvers konar ofbeldi einhvers staðar annar staðar, nema þarna geta þau einfaldlega fengið sem málstað, beitt oft bara ógeðslegu svona netníði og ofbeldi og þau fá klapp á baki fyrir það og þetta laðar að sér oft rosalega rangar manneskjur svona hlutur þar sem þú ert að fá klapp á baki fyrir að beita ofbeldi og vera ógeðslegur. Og ég man sko einn sem að mér svolítið ofarlega í huga, það kóngurinn sjálfur í netníði, það Haukur Bragason. Hann byrjaði að skjóta á mig þegar bara áður en þátturinn byrjaði og það var ekki fyrr en ég komst að því og ég gerði smá svona brandara hana sem að það sem að þegar ég komst að því að því að þetta hét norræn kallmennska þá vísaði hann í það að þetta hlyti að vera einhvers konar nasista ákall, hundaflauta fyrir nasista og eitthvað. Og ég var ekkert að svara því fyrir en ég komst á því að hann sem prestur til dæmis í Ásatrú og sem að norræn goðafræði, Norse mythology sem samheiti yfir Nordic eins og mitt Nordic masculinity. Og mér fannst þetta rosalega áhugavert því að hann gat séð að ég, í þessu tilfelli, ég var með eitthvað svona smá undir nöglunum en hann gat ekki séð það að hann var sjálfur með stóran lort í brókinni í samanburði því að þetta hann bara prestur í skipulögum trúarbrögðum sem heita þetta en ég með eitthvað pínulítið podcast sem enginn hlustaði á þeim tíma þá var ég svo alveg skelfileg með þetta en þetta finnst mér loða rosalega við það þessi algjöri skortur á sjálfsgagnrýni og geta litið aðeins inn á við í eigin barm og sjá hvers konar viðbjóð þú ert að henda þarna fram en ert rosalega hissa á því að þegar þeir svarað það voðalega slæmt fyrir marga. Telma? Herðu, já, ég talandi þau voru að safna saman hann ummælum, sko, ég var spurð í dag nefnilega af unglingi, ég var spurð hvað Lúkasarmálið hefði verið. Já. Og og fyrir það sem ekki muna, þá var alltaf drengur á Akureyri sem var sakaður að hafa myrt hund eða eitthvað hræðilega hluti. Hundurinn var síðan bara lifandi, fannst bara einhverju seinna og ofbeldið sem þetta drengur varð fyrir, bara, það var hræðilegt. En það sem maður fyrir að hugsa í kjölfarið að því að þið var að tala þetta við barn sem að var ekki til þegar þetta var. Ég vildi að maður geti sagt að þetta myndi ekki gerast í dag, en ef þetta kæmi upp í dag, þetta yrði miklu verra. Já, miklu verra. Þú veist, bara... Og það hræðir mig að því þú veist, þetta bara já, einhvern veginn, ég var svona að tala að því að ég gat ekki eins og sagt já en þetta ekki eitthvað sem að þú veist gerist aftur eða eitthvað, því þetta gæti gerst aftur og gæti verið hver sem einhvern veginn, mér finnst það skelfileg tilhugsun. Mér langar bara að benda á áður ég hleypi Óskari bara til dæmis dæmi mennina tvo sem áttu að gerst þessa kynlífsdýflissu að þeir þurftu nú að flýja land tímabundið og það var nú mikið eitthvað af óðafólkinu sem var dæmt bara fyrir netníð en það var safna handaðum svo þeir þurftu nú örugglega ekki að taka afleiðingum gjörða sinna að geta bara sagt hvað sem og þeir reyndust svo bara, það reyndist engi fótur fyrir þessu ekki bara að þetta væri ekki sanna, þetta reyndist bara að vera helbert kjaftaði. Sölvi Tryggvason þurfti nú að fara úr landi út af áreitinu sem hann var fyrir sem að annar maður var svo bókstaflega játaði og var dæmdur fyrir brotið sem hann átti að hafa framið. Það var nú meiri viðbjóðurinn til dæmis. Þannig að jú, þetta er að gerast bara fyrir augunum á okkur. Óskar? Já, veist, ég ætlaði einmitt að tala minnast á Sölva og það sem veist verst við það að þeir miðlar sem voru að tala það hafa
aldrei tekið tilbaka eða sagt að það var aldrei talað svo það þegar komið annar maður sem var búinn að játa það, þessi miðlar sem voru að tala og töluðu illa um hann og bæði miðlar, podcastar og aðrir. Ekkert að þeim hefur nokkuð tímann tekið tilbaka það sem þeir sögðu. Það var Ólöf Tara sem kom svo staðbæðu þeim, það ágætt að segja það, öll þessi nýja MeToo herferð byrjaði á þessu máli. Hún byrjaði á lygi og hélt svoleiðis áfram. Já, mér fannst það bara, þú veist, viðbjóður og það sem við verst og þú veist, þetta er það sem ég var að tala ekki þú veist, að við erum ekki með neina fjölmiðla í dag sem þetta er að kalla, þú veist, fjölmiðla. Þú veist, það er kannski einn góður fjölmiðlamaður í landinu en þeir eru mjög fáir og þú veist, og svo bara að því að komin annar maður þá var ekki lengur popular að tala um þetta og það talaði enginn um þetta og ég heldur líka að þess komið inn á að það fer gríðarlega í taugar á mér og ég er þeirrar skoðunar að ef þú rangfællega sakar eitthvað um eitthvað að þá ættir ef að það sem þú ert að saka eitthvað um er glæpur sem er hægt að setja eitthvað í fangelsi fyrir og ef það kemst upp og þú sérst að ljúga það þá átt þú að fá sama dóm og svo manneskja. Og því að þegar fólk segir að það sé engin alvarlegur skaði að það komst í ljós að þetta var ekki sett þannig að ég sjálfur var rangfællega ásakaður um nauðgun. Sem betur fyrir mínu dæmi þá get ég bara sannað að ég var ekki einu sinni á staðnum, ég var langt í burtu, ég var með 10 vitni þannig að þú veist, ég var heppinn í mínu tilfelli að það fór ekki lengra en bara ég var boðaður í skýrslutöku og svo get ég sannað að ég hafi ekki einu sinni verið á staðnum. Þótt að það hafi verið best case scenario í mínu tilfelli þá samt hafði það verulega neikvæð áhrif á mig. Að vera ásakaður um eitthvað svona hlut þar sem ég hef aldrei gert neitt eða sem væri hægt að túlka á þann hátt gagnvart konum að vera ásakaður bara eitt og sér um svona hlut hefur gríðarleg áhrif á fólk. Ég var þunglutur í marga mánuði og mér finnst að þetta ætti að vera sakur. Eina rauninni sem ég gat gert að ég gat lögsætt hana fyrir meinerði. Það var það eina sem ég segi bara er ekkert ólöglegt hún gerir. Nei, rauninni ekki að því að það fór ekki fyrir dómsmál. Mér finnst að það þurfa að taka þetta því að ef ríki fer ekki að gera og setja ykkur lög til þess að stoppa þetta þá fer þetta bara versna því að fólk segir bara hei, það gerist ekki slæmt þannig ég get bara að því að mér líkar ekki þessu mennski og ætla ég bara að ljúga um þetta. Þú veist, þetta er ekkert að fara að stoppa af því að það er engar afleiðingar fyrir fólk þegar það gerir svona. Það þarf að stoppa það. Takk. Góð punktur. Helga? Já, varðandi þetta góða við samfélagsmiðlana, það ég sá á snjáltursíðunni frétt málaferli sem eru farin af stað í Ástralíu sem eru gífurlega mikilvæg og þeir kalla það Sal gegn Roxy eða Roxy gegn Sal og ég hef verið að leita hér í fjölmiðlum á Íslandi að þessi frásögnum þessi réttarhöld vegna þess að þetta er á öllum samfélagsmiðlum og vinir mínir erlendis hafa deilt þessu en þetta fjallar sem sagt Sal er kona sem kallar ekki transkonu konu og þeir segja þetta sé bara málaferli, þetta er bara að pröfa á það hvað er kona og þarna finnst mér samfélagsmiðlarnir hafa svolítið sýnt góðu hliðina á þarna frétti maður að máli einfaldlega því að íslenski fjölmiðlar fjall ekki það. Já. Og Af því að Óskar, þú komst inn á það að fjölmiðlar ekki orðin neitt á og ég bara tek undir. Þetta er oft bara einhliða umfjöllun málaflokka. Það ekki leitast við að fá ólík sjónarhorn eins og var. Hér í gamla daga get ég orðið sagt.
En þetta kostur við samfélagsmiðlana sem ég sé. Ég fæ fréttir sem ekki eru sagðar hér á Íslandi einmitt í gegnum vini mína vegna þess að þeir pósta þeim. Já, það engin spurning að það risakostur og það eina ástæðan fyrir að það keppstu að reyna að setja þessi lög á samfélagsmiðla sem eru sumhver alveg algjör bilun til að reyna að koma sem mestri ritskoðun af yfirvaldinu. En mér finnst þetta sem varst að tala Óskar, áðan. Ég veit dæmi mann og ég ætla að fá hann til mín en hann stendur í málaferlum, hann vill ekki tala það akkurat núna, hann ætlar að ræða við mig í sumar kannski ef það búið. Það aðili sem var kærður fyrir nauðgun og manneskjan reyndist hafa sambönd inn í lögreglu. Hann var kærður fyrir það, kom í ljós að hann var í öðru landsluta, þá spurði lögregluna hvort hún vildi, hvort að gefin okkur til greina hafi verið einhver annar dagur sem að hún nefndi og þá kom í ljós að hann gat ekki verið heldur því að hann lá inn á sjúkrahúsi þennan dag. En sú manneskja hefur ekki fengið neinar afleiðingar fyrir þetta að reyna bara og honum var haldið þarna í 2 ár í alls konar ákæru á málaföllum áður en allt var látið falla niður. Og þegar hann reyndi að fara með það fyrir dóm sjálfur þá var því vísað frá en þeir voru sjálfsögðu sömu mennirnir og höfðu verið í málaferlunum við hann áttu að taka ákvörðun hvort þetta mál færi lengra en þeir voru svo dæmdir óhæfir og það fer eitthvað annað en bara svona til að sýna þið fram á hvað þetta getur verið algjörlega fáránlegt. Og það koma alltaf einhverjir hálfvitar sem að tala að nei þetta gerist eiginlega aldrei að sé ranglega, ég veit mjög fá dyraverði sem hafa ekki til dæmis orðið fyrir því að það hefur verið hótað að kæra það fyrir eitthvað bara því að fólki hefur ekki líka við eitthvað. Ég veit að mér var hótað í 4 eða 5 sinnum þegar ég vann sem dyravörður, það voru aðri tímar og allt svoleiðis, sem betur var ekkert látið verða af því, en þetta algjör sturlun að sé ekki neinar afleiðingar að því. Og mér langar að enda mitt hérna á því að segja með þetta, fótbolti til dæmis annað, það bara stígamót þurfi á einhvern hátt til dæmis að samþykja hverjir spila í íslenska fótboltaliðinu af því að þeir voru ásakaður eitthvað fáránlegast ég veit ítölsk og spænsk lið eru löngu hætt að hlusta á nema sér komið langt í lögregluferli vegna þess að menn fengu bara hótanir að ef þeir myndi ekki borga einhverju pening að þá bara, þetta var orðinn iðnaður að bara fara að rukka á, annars myndi fólk fara að kæra þá og þá myndi bara dett út í liðinu og ferillinn bara búinn, bara því að einhverjum datt í hug að kæra þá. Þannig að já, það má ekki, þetta svo, mér finnst lið sem að leggur fram falskar ákærur ekki fá nógu mikla athygli fyrir sinn part í að gera kynferðisbrotamál svona hræðilega erfið og sönnunarbyrðin sé svona mikil og að það sé svona erfitt fyrir þá sem að raunverulega verða fyrir þeim að fá réttlæti. Mér finnst það lið Má ég aðeins skjóta inn í þarna eru samfélagsmiðlarnir óheillakráka. Já. Óskar. Já, ég ætla að fá skjóta inn í að það líka, bæði þess að þú segja eru svona best case scenario að það eru menn sem hafa farið í fangelsi fyrir svona setið inn í mörg ár og til dæmis það var rétt, ég held að það hefði verið í gangi í september eða október og áhuga getið við bara googlað að það var sem sagt mál á TikTok yfir maður sem kallaði sig Inquisitor og hann var einn af svona Call of Duty sem töluleikur og var hann að svona cosplay, klæði sig í búning og var að halda live og var að gera hluti, svo var hann ásakaður nauðgun út af því að á stelpu sem hann var eitthvað, hún var móðguð að því að hann vildi ekki hafa hana sem að edita vídeo fyrir sig, vildi ekki að því að kærastan fannst það eitthvað óþægilegt þannig að hann ákvað bara að finna sér einhvern annan þannig að hún lýgur það sem verður svo til þess að hann endar sitt eigið líf bara út af ásökunum og ekki bara ásökunum, út af þetta gerist allt á TikTok þá þannig kemur þetta þessu vonu tala með þetta slæma kom ásökun
og bara hatrið sem hann fékk yfir sig var bara svo mikið að hann höndlaði það ekki. Já. Og þetta var svo slæmt að hann tók þá ákvörðun sem ég náttúrulega ekki er sammála en sýnir bara hversu slæmi staða. Hann tekur það ákvörðun að hengja sig live á TikTok. Vá. Það er Bara rosalegt. hann var á það slæmum stað að bara og þú veist þetta eru þú veist svona worst case dæmi og sem betur fyrir þá það eru nokkrir sem ég fylgi eftir þegar ég er á TikTok sem eru einmitt að tala um þetta eru að tala um þessi mál og þarna er einmitt samfélagsmiðlar að sína gott að þeir eru ákveðnir content creator sem eru að tala um þessi mál, eru að tala um þessi málefni og hérna ég vona því meira sem við tala um þetta, því meira sem er sýnt ljós á hversu virkilega slæmt þetta hefur á fólk að þú veist og ég hef alltaf sagt þér fólk, þú veist, bara ímynda þér, þú veist, hvernig myndir þú höndla að þú verið ásakaður eitthvað svona sem þú veist að þú hefur ekki gert og hefur aldrei gert neitt sem var í líkindu við þetta, auðvitað er það að fara að hafa slæm áhrif á þig og hérna en þú veist, eins og ég segi, samfélagsmiðlar einur og beinir er ekki slæmið, það er margt gott eins og þú veist fréttir eins og til dæmis Helga var komin, þú veist, mesta fréttina sem ég fæ í dag kemur af social media, kemur af samfélagsmiðlum. Ég er löngu hættur að lesa blöðin á Íslandi, ég er löngu hættur að horfa á fréttir á Íslandi eða mainstream media í Bandaríkjunum að því að þetta er allt bara, það er hætt að vera þessi óháði miðill, meira að fréttamönnum sem bara koma sínum skoðunum og sínum hugsjónum og sínum viðhorfum í ljósið. Það er ekki þessi frétt, það sem þeir eiga að vera að gera. Þessi eiga að vera að gera er að taka málefni í líf okkar, beina okkur upplýsingur svo við þurfum ekki að vera að leitast eftir þeim og segja bara staðreyndir, ekki vera að setja sína skoðanir eða velja hvaða fréttir eiga að vera að segja á móti hvað á ekki að vera að segja. Þeir eiga bara að segja hvað er í gangi í heiminum. Ekki sína skoðanir, svo er hægt að þú veist, tala um það seinna meir hver þeirra skoðun er á þeim atburðum. Þau eiga ekki að hafa rétt til þess að ákveða hvað eigi að vera að segja. Þess vegna einmitt nota ég samfélagsmiðla til að leita mér fréttir. Eins og Helga var, þú veist, ég mikið af fréttum sem ég fæ sem ég leitast eftir er ekkert verið að tala um hér á Íslandi. Þannig að þú veist, og það er vandamáli í dag er að flest fólk að þú vilt, ég hef sagt áður, að þú vilt fá alvöru fréttir, fá þú veist vitandi hvað raunverulega er að gangi í heiminum, þá þarf það eiginlega að vera í annarri vinnu bara til þess að fá réttu upplýsingarinn og flokka, þú þarf að horfa á sömu fréttina á kannski 3 miðlum bara til þess að fá sannleikana því að þú færð alltaf svona skjút leftist eða rightist eða liberal side af fréttinni en ekki bara hvað er fréttin, hver er staðreyndin, ok, vil ég hlusta á hvað þið finnst um fréttina, nei, ég vil bara fá hvað er staðreynd málsins. Ég kalla flesta fréttamenn orðið bara álitsgjafa, þetta eru bara aktivistar með titil, en flestir, það eru sem betur fyrir undatengar. Telma viljum svo bara gefa svona loka orð, bara svona eftir það. Já, mér langaði samt bara líka að tala um það, því þú veist, ég er ekki alveg sammála sem að Óskar er að tala um að þú eigi bara fá jafnlangan af því að, sko, ef að sá sem að kærir fyrir kynferðislegt ofbeldi á í hættu að fá jafnlangan dóm eins og sá sem hefði mögulega beitt ofbeldi, það dregur úr þeim sem að hafa í alvörunni orðið fyrir ofbeldi af því að þetta er sama, sönnunarbyrðin er erfið í báðar áttir. Þannig að ég er ekki viss um að það sé lausnin út af því að þetta komi upp, að fólk ljúgi svona bitna svo hrikalega mikið á þeim sem verða í alvörunni fyrir ofbeldi. Þannig ég held, þú veist, ekki það ég veit enga lausn sjálf, en ég held að þyrfti að finna einhverja mun skárri lausn af því að það er nógu erfitt held ég fyrir þolendur að stíga fram nú þegar. Þá meina ég, þú veist, þolendur sem eru í alvöru þolendur, ekki, þú veist, já. Já, þetta er alveg ágætis punktur líka. Óskar, bara loka orð. Já, nokkuð bútur. Góð bútur
Telma hefur sagt, jú, ég get skilið það og þú veist, mér finnst fólk sem gerir svona ljóta hluti eiga að fara í fangelsi og standurinn er bara ekki einu sinni helmingur af þeim fyrir fangelsi og það er bara ógeðslegt, en mér finnst samt líka að það sé ekki nóg gert af því að einmitt eins og Telma kom að, þú veist, þegar fólk er að gera þetta, þú veist, það skemmir fyrir alvöru fórnarlömbum af því að þá hafa þeir sem eru raunin að gera, þá hafa þeir svo sterka vörð, bara hún er að ljúga og þú veist, af því að það hefur verið gert áður. Líka annað sem ég vildi koma inn á áðan sem þú varst aðeins búin að minna á varðandi við fíknina við að vera háð samfélagsmiðlum. Þetta er bæði gert á samfélagsmiðlum og núna í tölvuleikjum, er að þessi fyrirtæki ráða til sín sálfræðinga í þeim eina tilgangi. Þetta gera það meira í tölvuleikjum heldur en á samfélagsmiðlum, en þeir gera það líka í þeim eina þessi sálfræðingar er að gera hvernig er hægt að búa til plattformin þannig að það fái sem mest áhorf eða viðhaldi viðskiptavinum sem lengst inni. Mér finnst það vera svo unethical að gera þetta og mér finnst þessi sálfræðingar sem gera þetta ættu ekki að hafa rétt til þess að vera sálfræðingar. Það er bara mín skoðun því að þetta er svo rangt og í flestum tilfellum eru þeir ekki að targeta fullorðið fólk. Í flestum tilfellum eru þeir að targeta börn viljandi, sérstaklega þegar kemur á tölvuleikjum, sérstaklega þegar kemur á tölvuleikjum sem er að selja líka sem kallast microtransaction, þá er sérst þú kaupir leikinn og svo er búð inn í leiknum þar sem þú getur keypt fleiri hluti og það er það sem þeir eru að reyna að búa til þannig sem dregur meira áhugslu, þannig að þú sért að versla meira og meira og meira og svo fela þeir greiðslunar þannig að undir einhverju dubious name eða einhverju nafni þannig að það er erfitt fyrir foreldrana að treysa greiðslunar af því að ef þú gerir ekkert í því ákveðin tíma að þá getur ekki fengið greiðslunar bakverð. Þeir vita þetta og þeir gera það vísvitandi að reyna að fela greiðslunar og maður er að heyra á fólki, þú veist, já, kreditkort mitt var allt í einu komið 1000, 2000, 3000 dollara og svo var bara að vinna að reyna að finna út til þess að reyna að spjúta greiðslunar og samfélagsmiðlar eru ekki áheinabindandi að ástæðulausu, þeir eru hannaðir með þeim tilgangi og ég held að foreldrar, eins og við vorum að tala um áðan, ég held að það er það sem foreldrar átta sig ekki á því, það er að meiri hlutina, alls ekki allir, en þessi stærstu samfélagsmiðlar, Facebook, Instagram, YouTube, ég veit ekki með TikTok, ég hef ekki heyrt um það, ég ætla ekki að segja að sé ekki þannig. TikTok ávist að vera verst af þessu með það sem ég lesi. Já, eins og ég segi, ég hef ekki lesið nógu mikið um það, en ég veit að hinum miðlarnir gera það að þeir targeta börn og sérstaklega unglinga sem mest. Af því þeir vita að þau eru þau sem munu hafi meiri tíma til þess að veiða meiri tíma á plattformum þeirra. Og ég held að ef foreldrar myndu vita þetta þá myndu þau aðeins svona stoppa og hugsa ef þetta er staðnett á ég verið eitthvað að hleypa barninu mínu þannig inn. Það er verið að targeta barnið ef þú hleypið inn á samfélagsmiðlum. Það er bara staðurinn. Takk. Og Telma, loka orð. Mér langaði bara að koma inn á eitt að tala um sálfræðingana. Þetta er sko, þeir nota rosa mikið hlut sem heitir skilyrðing í þetta og þetta er ekki bara, sko, það er alveg margir sem taka BS til dæmis í sálfræði sem taka master í tölvunarfræði til að fara bara út í þetta að starfa við tölvuleikja bransa og alls konar og þetta er þetta er bara komið í allt núna eins og, þú veist, vinkona mín spurði daginn hvort ég gæti fara á McDonald's og ég akkur ekki Burger King og þá var það sko, að því hún er með app, hún er með leik þar sem hún safnar stigum fyrir að versla McDonald's. Wow. Og bara svona, já, ok, byrju þú fullorðin og þú búin að láta hegðunarmóta þig til að versla McDonald's. Þú veist, og þetta er út um allt, ég meina, þú veist, ég veit
barn sem er í kringum mig sem var að spyrja mig daginn akkur að vera tölvuleikur á Temu. Temu er svona eins og AliExpress, ég veit ekki hvort það mikið á Íslandi, að mikið í Svíþjóð. Þar getur sko verið tölvuleikjum og safna stigum sem eru síðan afslættir, en afslættirnir eru rauninni af kannski þreföldu original verðinu. Það bara búið þrefalda það og eftir sem þú eyðir meiri tíma þá sérðu meira af auglýsingum og hlutum, þú veist, þetta bara til að fá þig til að gera þetta og þetta líka með, eins og ég rosalega lilla á Snapchat, ég gleymi oft í margar vikur að kíkja á það og það sem gerist núna eftir nokkra vikur ég fæ svona tilkynningar, þú veist, svona clickbait tilkynningar frá Snapchat til að fá mig til að opna það. Og þetta sturlað, sko. Þannig já, mér langaði bara að koma með þannan punkt. Þetta þú veist, hér allavega úti þetta orðið bara skyndibitastaðir, þú veist, app fyrir allt og það í öllu svona einhvers konar hegðunarmótun til að láta þig eða tími í þetta eða peningum og þú veist. Þetta að verða helvíti hættulegt. Helga og Páll, langar ykkur að segja ykkur loka orð? Já, Helga fyrst. Þátturinn sem þú myndist á hann inn á Netflix, ég sá hann samfélagsmiðlana, að hann mitt beinir orðið sínum að þessu, að þegar þeir sjá að hreyfingin hefur ekki verið í langan tíma, þá fara þeir að skoða hvar getum við potað í viðkomandi, þannig að hann fari nú aftur inn á miðilinn. Já. En annars þetta frumraunir mín í kvöld og ég bara áhugavert að vera hérna með. Jú, þetta það. Ha. Og Páll, hvað þið að segja eitthvað að lokum? Já, mér datt í hug þegar ég var að tala þetta að það punktakerfi hjá flugfélögunum og í áratugi þegar ég var að fljúga til Parísar og hingað og þangað þá var náttúrulega oftast með einhverjum öðrum flugfélögum en flugfélag Íslands eða Icelandair eins og það heitir núna og ég safnaði aldrei neinum punktum því en það var alltaf þessi hvatning sko að versla við sama flugfélag þegar þú fengir punkta og þá var engin upp til í gamla daga en það var svona en ég held líka að samfélagsmiðlun hefur ekki bara markas, það líka gert út á sko þessi narsissísku tendensa í okkur að vera alltaf að sýna sparihliðin á okkur. Þú veist, hvað allt sé fínt og flott hjá okkur og hvað við lítum æðislega vel út og það svona þetta neikvæða sem kemur oft í ljós í samskiptum fólks á samfélagsmiðlum. Hvort sem við gerum okkur grein fyrir því eða ekki, þetta er ekki alltaf með þetta. Ef ég má segja eitt að lokum. Ég fengi mikið hatur fyrir þessa skoðun en ég bara þeirri skoðun að því að flestu verslunum eða tegundaverslunum ef þau eru með eitthvað sem hættulegt þá vara þau við hérna að þetta eru hættunar en þegar það kemur að verslunum sem selja tölvuleiki mér finnst að við ætti að vera þeirra ábyrgð að vara fólk við þessi staður er á netinu þessi er líklegur til að reyna að selja þér það er ekkert svoleiðis. Það eru engar viðvaranir, það eru engar upplýsingar sem þessar verslanir gefa til foreldris eða eru nógu mikið að passa upp á aldurstakmörk á leikjunum. Og það finnst mér rangt. Finnst að vera algjörlega á þeirri ábyrgð að vara fólk við þessum vörum sem þeir eru að selja því það getur mikið af þessu leikjum eru ávanabindandi, geta búið til, eru með basically spilavít í leikjunum sínum. Og svo kaupir foreldrar sem veit ekkert betur og svo allt í einu er bara komin himinhár kreditkortreikningur. Þannig að þau finnst að þessar verslanir ættu að taka ábyrgð á því. Takk. Já, ég er alveg sammála því en það eru leikir hannaðir með þetta í hugamargir og tölvuleikjafíkn er virkilega raunverulegt fyrirbreið sem er skilgreint sem slíkt sem fíknisjúkdómur. Ég myndi bara vilja minna fólk á að vera ekkert að segja ógeðslegri hluti við fólk á netinu heldur að myndi segja við það í eigin persónum. Það er bara þannig. Ég myndi halda því bara svo leiðis en bara takk æðislega fyrir í kvöld og bara sjáumst vonandi næsta sunnudag. Bye. Bye. Takk fyrir.